Það stefnir í framkvæmdastopp í íbúðauppbyggingu að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúðir seljast ekki og verktakar sitja uppi með himinháan vaxtakostnað. Yfir 1100 hafa smitast af ebólu í Kongó og Úganda og hefur útbreiðsla sjúkdómsins aldrei verið jafn hröð. Skortur á hlífðarfatnaði gerir illt verra. Færri skemmtiferðaskip koma á Borgarfjörð eystra í sumar og ferðaþjónustan finnur fyrir því. Sveitarstjóri segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur á skipin. Meiri hluti 17 ára unglinga sem sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkurborg fékk ekki vinnu. 17 ára stúlka segist hafa sótt tugi starfa án árangurs. Og Villi Pulsa kvaddi pylsuvagnin sinni í Keflavík í dag eftir hátt í 5 áratuga starf. Nú lætur hann gamlan draum rætast. Þetta bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við og ætla að vera bóndi. Komiði sæl. Vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyggðra íbúða sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nemur 60 milljónum króna á dag eða 20 milljörðum króna á ári að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúðir eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Ef þessi þróun heldur áfram gæti hún leitt til þess að uppbygging stöðvist sem gæti á endanum skapað húsnæðisskort og þá verðhækkanir á næstu árum. Salan það sem afir þessu ári 10% minni en í fyrra. Illa gengur að selja nýjar íbúðir. Það mikið framboð á nýbyggingamarkaði. Það eru svona 15% af því sem að seljast á markaðnum í dag eru nýbyggingar. Og það þarf að vera meira. Það þarf að vera svona 20-30% til þess að nýbyggingamarkaðurinn muni raunverulega ganga. Flestar nýbyggingarnar sem ræðir eru á þéttingareitum á höfuðborgarsvæðinu með fáum bílastæðum. Páll segir að auk þess séu lánþegaskilyrðin íþyngjandi og hægi mikið á markaðinum. Vaxtakostnaður verktaka sé himinhár og sligandi. Verktakar séu nú að draga saman seglin. Flestir eru náttúrulega, þeir eru að skulda, vaxtakostnaðurinn ekki starf milli 50-60 milljónir á dag á nýbyggingamarkaði. Og það íþyngjandi fyrir þá flesta. Þar að leiðandi þessi vaxtakostnaður mjög hár og meðan það ekki komin tekjur, meðan salan ekki nógu röð. Af hverjum 1000 íbúðum sem seljast eru einungis 150 í nýbyggingum og verktakar hafa sumir hverjir reist sér hurðarás öxl með mikilli uppbyggingu en eftirspurnin of lítil. Mjög margir eru bara hreinlega komnir í framkvæmdastopp og dregið framan bæði áframhaldandi uppbyggingu. Verktakar sem eru með fyrirhuguð verkefni, þeir eru ekki að halda áfram með þau verkefni. Þannig að það bara staðan hjá þeim og líka bara aðgengja fjármagni fyrir þessa aðila. Líka takmarkað á meðan þeir eru með lager sem þarf að selja. Ef það verður framkvæmdastopp eins og hefur gerst áður hérna á Íslandi bara 2018-2019 þá var framkvæmdastopp og síðan í kjölfari þá náttúrulega fór markaðurinn af stað með lækkandi vöxtum og þá varð skortur og markaðurinn hækkaði 35% frá 21 til mitt árið 22 sem olli því að það var mikil verðbólga og það var mikil vaxtahækkun. Ef við gerum ekki eitthvað í þessu núna og ég hvet sveitarfélögin til þess að finna lausnir núna til framtíðar til að fyrirbyggja að þetta komi ekki upp aftur. Út í heim, ebóla hefur aldrei breiðst jafn hratt út og í faraldrinum sem nú geisar í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Yfir 1100 hafa smitast. Skortur á starfsfólki og hlífðarbúnaði hamlar meðferð við sjúkdómnum. Frá því tilkynnt var opinberlega ebólafaraldurinn í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó 15. maí síðastliðinn grunur yfir 1100 smitt þar og í Úganda samkvæmt tölum afrísku heilbrigðisstofnunarinnar frá því í dag. 246 eru látnir. Læknar án landamæra segja ebóluna aldrei hafa breiðst svo hratt út eftir að tilkynnt var faraldur. Meðferðarmiðstöðum hefur víða verið komið upp í tjöldum en sumar þeirra hafa ekki fengið að vera óáreittar fyrir brennu og skemmdarvörgum. Uppspretta skemmdana oft rangar upplýsingar. Þá hefur heilbrigðisstarfsfólk sem að stærstum hluta konur sett sig í hættu við meðferð ebólusjúklinga vegna skorts á hlífðarfatnaði. Si la femme est exposée et qu'elle est infectée, donc logiquement
elle va passer l'infection à son entourage. Et les premières personnes qui vont être infectées, ce sont ses enfants. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar heimsótti helgina héruðin sem hafa orðið verst úti og lofaði áframhaldandi stuðningi. Þar var sérstaklega fagnað 4 hjúkrunarfræðingum sem höfðu læknast af ebólu. Your courage gives hope. And you're a living story that this outbreak can be stopped. Hingað heim. Komum skemmtiferðaskipa til Íslands fækkar ár frá ári á meðan vöxtur í greininni á heimsvísu. Á Borgarfjörð eystra kom 21 skip í fyrra og þau verða 14 í sumar. En það stefnir í aðeins 1 árið 2028. Það hefur náttúrulega stórkostlegar áhrif á reksturinn minn og svona rekstrarfyrirkomulagið þegar ég var að reiða mig á þessar dagsetningar og þessar komur. Þetta var töluverða tekjur fyrir mig og fyrir okkur hérna í þorpinu. Þetta ekki bara heldur að þau voru komið til mín í ferðir, heldur voru líka að kaupa kaffi í kaffihúsunum og bjór á brugghúsunum og mat og allt fyrir farþegana sína. Þannig að þetta var í rauninni allt bæjarfélagið sem að missa út frá þessu. Árni Magnús selur göngu og hjólaferðir í umhverfi Borgarfjarðar og segir komur skemmtiferðaskipa hafa verið festuna í sínum rekstri sem annað hafi byggt ofan á. Í fyrra var bókað 13 dagsetningar og í ár átt að vera 14. En í kjölfari á breytingunum á tollamálunum þá hefur verið fækkað niður í 5. Eitt af fyrstu leiðangursskipum sumarsins kom á Borgarfjörð á dögunum. Slík skip venja komur sínar á Borgarfjörð. Þau voru 21 í fyrra, hvert með 150 til 400 farþega. Svona þessi sem eru á sveimi hérna á Norður Atlantshafinu að fara jafnvel upp á Svalbarða og Færeyjar og Grænland og höfum verið með svona 8 til 14 skip hjá mínu fyrirtæki sem við höfum verið að taka í þjónustu og bjóða þá upp á gönguferðir í þorpinu og rútuferðir og það fer nú sennilega niður í 4 í ár og ekkert svo sem komið að bókunum fyrir næsta ár. Á dögunum var haldin ráðstefna í Hörpu þar sem málefni skemmtiferðaskipa á Norður Atlantshafi voru rædd. Við heyrum það að skipafélögin hafa mjög miklar áhyggjur af auknum álögum og benda bara á að það auðvelt fyrir þau að endurskipuleggja sig og fara eitthvert annað. Dagmar segir ástæðu afbókana vera ákvarðanir stjórnvalda auknar álögur. Innviðagjald var tekið upp á síðasta ári. Lengi var óvissa tollfrelsi sem hefur verið fest í sessi en frá og með árinu í ár þurfa leiðangursskip sem sigla innan lögsögu að greiða virðisaukaskatt á Íslandi. Þar á meðal af þjónustu á borð við þá sem Borgfirðingar hafa selt skipunum. Það verður að endurskoða þessar ákvarðanir varðandi virðisaukaskatt á smáu skipin og þetta kemur verst niður á minnstu höfnunum. Því við erum með hringinn í kringur landið fullt af svona smærri höfnum sem eru bara að taka við þessum litlu leiðangursskipum og eins og ég segi, við sjáum bara algjört hrun í þessu og þar get ég nefnt til dæmis staði eins og Borgarfjörð eystra og Djúpavog líka þar sem að þessi skip eru bara nánast að hætta að koma. Þetta að sjálfsögðu kemur við kassan, við getum sagt það. Það vantar í kassan þessar rekstrartekjur. 5 manns hefur verið bjargað úr helli í Laos sem þeir lokuðust inn í fyrir 12 dögum. Notast þurfti við kafara þar sem hellirinn var fullur af vatni. Einn björgunarmanna segir hafa tekið tíma að átta sig á að þeir væru á lífi. 12 dagar eru síðan 7 menn lokuðust inn í helli í Saichonbun héraði í Laos. Þeir fóru inn í hellinn til að leita að gulli en skömmu síðar gerði úrhellisrigningu og hellirinn fylltist af vatni. Leit var gerð strax að mönnunum, meðal annars með hjálp kafara. Á miðvikudag, þegar mennirnir höfðu verið í hellinum í 9 daga, fundu kafararnir 5 mannanna á lífi í hólfi 300 metrum frá hellismönnunum. Það var farið að dæla vatni úr hellinum til að gera mönnunum kleift að komast út. Sá fyrsti losnaði úr prísundinni á föstudaginn. Í gær var svo 4 bjargað til viðbótar. While we were still getting ready, the water level went already down. And what I understand is that what I would do the same when the miners saw that the water level is down, I wouldn't wait. They came out by themselves. When I entered the chamber and saw them all alive, it took a few seconds to realize that actually, yes, I'm seeing correctly, and I'm sure the other way around too. Þeir voru augljóslega frelsinn fegnir þegar þeir komust út undir bert loft eftir 11 daga í hellinum.
Enn eru 2 ófundnir og var þeirra leitað í dag með aðstoð lýsingar frá þeim sem voru niðri. Sú leit hefur ekki borið árangur ennþá. 780 manns voru handteknir í ólátum í Frakklandi í nótt eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild karla í fótbolta í gærkvöld. Í París söfnuðust tugir þúsunda saman, fyrst í gleði, en þegar farið var að vinna skemmdarverk á húsum og bílum og skjóta upp flugeldum, greip lögreglan inn í, beitti táragasi og handtók fólk. Yfir 200 voru handteknir eingöngu í París. 219 slösuðust, þar af hátt í 60 lögreglumenn. Svipuð ólæti áttu sér stað í borginni í fyrra eftir að sama lið hafði unnið meistaradeildina. Og hingað heim, frá klukkan 9 í kvöld og til klukkan 7 í fyrramálið verður hringveginum lokað í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð vegna malbikunar Vesturlandsvegar á þessum kafla. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður okkar, er við lokunarpóstinn undir Esjunni. María, hvaða ráðstafanir verða gerðar á meðan malbikunin stendur? Nú stendur til að fræsa og malbika 2 kafla hérna á Vesturlandsvegi. Þetta eru vegkaflar sem margir þekkja, en hérna hefur verið steypt undirlag sem hefur enst áratugum saman, en nú komið tími á að endurnýja þennan hluta hringvegarins. Og hérna hjá mér maður sem veit allt þessa framkvæmd, G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar. Hvert verður umferðinni streymt á meðan? Já, við beinum henni hérna inn á Þingvallaveginn og þaðan yfir Kjósarskarðsveg og út á Hvalfjarðarveginn, og þannig að umferðin kemur þá bara eiginlega beint að göngunum þegar hún er búin að fara þessa hjáleið, sem er svona smá spölur. Já, þetta er svolítill svona dítúr. Já, en það er svo sem fljótfarið og veðrið er gott, og þetta verður bara í 2 nætur, reiknum við með ef allt gengur vel, og umferðin að norðana, hún kemst framhjá. Við bara hvetjum fólk til að fara mjög varlega af því að þetta er framkvæmdasvæði og þarna er fólk að vinna. Segðu mér aðeins frá þessum kafla, hann hefur enst mjög lengi og verið öðruvísi en hinnir. Hann er eiginlega alveg ótrúlegur þessi kafli, hann er meirinn 50 ára gamall og það er bara á síðasta áratug svona sem það byrjaði aðeins að koma hjólför. Nú eru þau orðin of mikil og það sem við gerum núna er að byrja því að fræsa og setja í hjólförin, og síðan á næsta ári líklega þá munum við leggja alveg yfir kaflan. Takk fyrir þetta, vonum að þetta gangi allt vel fyrir sig. Takk fyrir þetta, G. Pétur. En við kveðjum hérna frá Vesturlandsvegi og segjum bara flaturs lifir. Flaturs lifir, María Sigrún, þakka að kjalla fyrir þetta. Snúum okkur öðru. Stúlka sem verður 17 ára á árinu segist nánast úrkula vonar að fá vinnu í sumar þrátt fyrir að hafa sótt 10 starfa. Árgangi hennar í Reykjavíkurborg er ekki tryggð sumarvinna. Þegar ég er að skoða störfin, það er annarkvort A. Engin aldurstakmark en þú verður að hafa bílpróf, eða aldurstakmark og þú verður að vera 18, 20 eða eldri, og ég er bara svona, ok. Lilja er of gömul til að sækja starf í vinnuskóla Reykjavíkur en of ung til að sækja flest almenn störf. Reykjavíkurborg getur ekki lofað hennar aldurshópi, árgangi fættum 2009, sumarstarfi. Lilja hefur sótt fjöldamörg störf í gegnum atvinnuleitamiðilinn Alfreð, sent ferilskrá og kynningabref á fyrirtæki og jafnvel mætt á staðinn. Ég er alltaf í símanum að kíkja á Alfreð eða kíkja í Gmailið mitt, alltaf því ég sé eitthvað Gmail þá er bara, fekk ég svar. Nei, þetta er bara Reddit eða eitthvað. Og það er mjög svekkjandi þegar þetta er eitthvað bara rusl. Gmail en ekki, þú fékkst starf. Móðir Lilju segir stöðuna mjög erfiða. Ég heldur að ná þarna bara, alveg toppinum á því erfiðasta tímabili sem ég myndi segja að hann verið fullorðinn. Og þú færð bara höfnun eða ekkert svarið en eitt og þú auðvitað ferður náttúrulega bara að leita inn á við og hugsa skilur bara eitthvað slæmt sjálfa þig. Það er mjög algengt og mjög skiljanlegt. Ég myndi sérstaklega segja að ég er með fljóta að læra. Ég held að það sé stærsti styrkleikurinn minn eða ég sé jákvæð. Ég held að. Góð í mannlegum samskiptum? Já, ég reyni. Ég get staðfest það. Sum fyrirtæki ráða ungmenni yngri en 18 ára til starfa, en oft eru umsóknir mun fleiri en stöðugildi. Ég er búin að vera að vinna hérna í 2 ár næstum. Og prísar þið sæla að vera með vinnu? Já, mér finnst það bara mjög gott og sérstaklega á sumrin þegar skólinn er búinn og svona. Hvernig er með jafnaldra þína? Hvernig hefur gengið hjá þínum vinkonum og vinum að fá vinnu? Alveg frekar illa. Margar vinkonum mínar hafa sótt og bara ekki eins og fengið svör.
Reykjavíkurborg auglýsti 1000 sumarstörf í ár, flest þeirra ætluð 18 ára eldri, það er fólki sem er fætt 2008. En 269 börn fætt 2009 sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkurborg og af þeim hafa aðeins 104 fengið vinnu, vel innan við helmingur. Rannsóknir sýna að sumarvinna, hún styrkir félagslega virkni, bæti sjálfstraust einnig og dregur úr áhættuhegðun og svo stuðlar hún líka betri námsárangri. Markús segir auðvelt að koma þessum aldurshópi í vinnu ef fjármagni fáist til þess. Bæði innan borgarinnar og eins líka bara við erum í góðu samstarfi við öll íþróttafélögin og félagasamtök, þannig að það var ekkert mál. En þetta þarf bara að gerast áramót og þetta þarf bara að fara vinnast í haust í fjárhagsáætlanagerð og þannig að við getum farið að undirbúa þetta því að mér finnst líka illa að fara með almannafé að þegar við fáum þetta fjármagn seint og þá er þetta bara illa skipulagt og bara virkar ekki. Yfir í annað, Villi Pulsa, eins og hann er kallaður í Reykjanesbæ, kvaddi pulsuvagnin sinn eftir áratuga starf í dag. Nú ætlar hann að láta gamlan draum rætast og gerast bóndi 46 árum eftir hann hóf að selja pylsur. Ég keypti gamlan pulsuskúr af strákum sem voru hérna og utan á honum stóð pulsuvagnin með uði sem að ég hef bara leyft að standa. Svo síðan hefur þetta verið að núa manni þetta stundum að þetta sé ekki svona, en það biðja allir pulsu. Reyndar bað fréttamaður pylsu en ekki pulsu enda að norðan, en það sló Villa ekki út af laginu. Hann segir sama fólkið hafa komið allan þennan tíma. Lykillinn að því sé hreinlæti og gott hráefni, að hafa alltaf opið og að allt sé til. Og nýr formaður bæjarráðs í bænum er einn fastagesta pulsuvagsins. Eins og þú sér þá eru bæjarbúar að streyma í rað og hafa gert alveg frá klukkan 2. Þannig að þeir munu saknast. Jafnvel sumir eldri og sumir glænýir að byrja að njóta hjá honum. Söknuður verði að Villa, en reksturinn skilur hann eftir í góðum höndum. Já, mjög sem betur, sem bestu sem ég gat, sko, því að hún er búin að vera samstarfskona mín, hún er hún er samstarfskona mín núna, ég síðustu 20 árin, sko, og hún og sonurinn taka við þessu og þá fær þetta halda áfram eins og þetta er. Eru blendnar tilfinningar að segja skilið við þennan kafla? Ég veit það ekki, ég held að þetta er bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við, og ætla að vera bóndi og gamall draumur og sinni því bara. Fólk á öllum aldri mætti og kvaddi Villa í blíðunni í dag. Við farið inn að hjartan á manni alveg mér fannst ég þetta inni hjá honum sko að fá þetta fína veður. En fólkið náttúrulega það er rosalega lítið. Þá skulum við aðtöku þetta við hin eitthvað inni hjá honum uppi. Kíkjum að veðrið, austlæg eða breytileg átt, víða hæg, skýjað mestallt land og sums staðar dálítil væta. Líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austan til. Hiti á bilinu 4 til 9 stig austast, annars 10 til 16 stig. Nánar veðrið eftir íþróttir. Það verður athyglisverð úrslit í leikjum dagsins í bestu deild karla í fótbolta. 9. umferð lýkur í kvöld fyrir 2 vikna hlé. Íslenska karlalandsliðið átti fullu tré við Japan í vináttuleik í Tókíó. Íslendingar náðu góðum árangri á Norðurlandarmótinu í frjálsíþróttum í dag. Og svo það Korpubikarinn í golfi, torfærukeppni í Stangarhyl og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu fréttir. Það stefnir í framkvæmda stopp í íbúðauppbyggingu að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúðir seljast ekki og verktakar sitja uppi með himinháan vaxtakostnað. Yfir 1100 hafa smitast af ebólu í Kongo og Uganda og hefur útbreiðsla sjúkdómsins aldrei verið jafn hröð. Skortur á hlífðarfatnaði gerir illt verra. Færri skemmtiferðaskip koma á Borgarfjörð eystra í sumar og ferðaþjónustan finnur fyrir því. Sveitarstjóri segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur á skipin. Meiri hluti 17 ára unglinga sem sóttu sumarstarf hjá Reykjavíkurborg fékk ekki vinnu. 17 ára stúlka segist hafa sótt tugi starfa án árangurs. Og Villi Pulsa kvaddi pylsuvagnin sinn í Keflavík í dag eftir hátt í 5 áratuga starf. Nú lætur hann gamlan draum rætast.
þetta bara gott núna. Nú bara tekur nýr kafli við. Nú ætla ég að vera bóndi. Koma að lokum hjá okkur í bili. Við ætlum að kveðja ykkur að þessu sinni með myndum Kristófers Óla Birgissonar af álftapari sem lét ekki umferðina í Eyjafjarðarsveit slá sig út af laginu á dögunum. Kannski með svona mikla bílaudellu bara. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Alveg eins og ég, jörðin og snýst sólina. Alveg eins og ég. Svo loka ég augunum örlitla stund. Augnablikið á sinn ljóðláta fund. Á RÚV í kvöld. Asía, heimildaþættir með David Attenborough sem kannar náttúru og